Gleðilegan hvíldardag öllsömul og gaman að sjá okkur hér í dag. Megi Guð blessa ykkur og blessa þennan dag. Við skulum hefja þessa stund á bæn. Kæri Drottinn, við þökkum þér fyrir þennan dag sem þú gefur okkur og ég bið þig að vera hér með okkur og leiða okkur. Í Jesú nafni. Amen. Nú skulum við byrja á að syngja salminn númer 146. Við munum brátt sjá augliti Jesú sem betur fer. Hlakka til. Næst skulum við syngja salminn númer 175, Sá mikli læknir. Oh
Þetta nýr sálmur sem að ég kunni ekki en ég bað Elísu að spila hann sérstaklega fyrir mig af því að textin svo ótrúlega fallegur en við rugluðumst aðeins út af því að við þekkjum hann ekki nóg vel. Og nú skulum við taka upp gjafir og þær renna til safnaðarsjóðs. Við skulum biðja. Kæri Drottinn, þú sem átt allt og ert okkar faðir og þú gefur okkur allt sem við þörfnumst og það sem við höfum. Við þökkum þér fyrir að mega gefa líka af því sem þú gefur okkur. Vilt þú blessa þessar gjafir á margfalda og gefa þær verði þér til dýrðar. Í Jesú nafni. Amen. Nú skulum við syngja sálminn númer 311, Legðu mitt höfuð. Yeah.
dásamlegur sálmur. Við skulum rísa á fætur og lesa úr Jóhannesar Guðspjalli. Og það 13. kafli og 13. til 17. vers sem að ræðumaðurinn hefur valið sér í dag. 13. kafli, 13. til 17. vers. Þið kallið mig meistara og herra og þið mælið rétt, því það ég. Fyrst ég sem herra og meistari hef nú þvegið yður fæturna, þá ber yður einnig að þvo hver annars fætur. Ég hef gefið yður eftirdæmi að þér breytið eins og ég breyti við yður. Sannlega, sannlega segi ég yður, þjónn ekki meiri en herra hans, né sendiboði meiri þeim sendi hann. Þér vitið þetta og þér eru sælir ef þið breytið eftir því. Við skulum biðja. Kæri drottinn minn og Guð minn, við þakkum þér fyrir þá eftirbreytni sem þú gefið okkur. Ekki bara með lífi þínu heldur líka með dauða þínum. Þú gafst allt fyrir okkur og var ekkert sem að þú hélst fyrir þig. Þú settir allt til hliðar fyrir okkur. Viltu hjálpa okkur að gera þið sama við þig og fram fyrir þér? Viltu fyrirgefa okkur syndir okkar? Og viltu hjálpa okkur að fyrirgefa syndir annara? Og viltu hjálpa okkur að elska hvort annað hér í þessum söfnuði? Ekki bara hér, heldur í öðrum söfnuðum á Íslandi og út allan heim. Ég bið þig að vera með okkur hér með þínum heilaga anda og viltu tala í gegnum ræðumanninn til okkar. Ég bið í Jesú nafni. Amen. Jæja, krakkar, eigum að koma og syngja saman. Komiði. Jesús hann oss elskar öll. Jæja, krakkar, þá það barnasagan. Ég veit ekki hvort ég geti platað hana Elísu til þess að þýði yfir á ensku fyrir mig. Takk fyrir. Og hérna einhver sem heitir fjárstýring. Já. Ok. Krakkar, í dag ætla ég að segja ykkur sögu það sem við erum að fara að gera í dag. Today I want to tell you a story about what we will be doing in the service today. Þetta mynd af Jesú og hann með vinum sínum, lærisveinum. This is a picture of Jesus with his friends, the disciples. Og þeir voru bara alltaf saman, þeir voru svo góði vinir. And they were such good friends that they were always together. Og Jesús hann var að kenna þeim hvernig á að vera lærisveinn. And Jesus was teaching them how to be disciples. Og þeir sáu alls konar þegar þeir voru að ganga með Jesú. And they experienced
all kinds of things while walking with Jesus. Til dæmis sáu þeir hann labba á vatni They saw him walking on water, og svo sáu þeir hann lækna einu sinni lítið barn sem var 12 ára og hún var dáin sem sagt og hann lífgaði hana við. and once they saw him raise from the dead a 12-year-old girl. Og einu sinni sáu þeir að það var einn drengur sem let Jesú fá 5 brauð og 2 fiska. They also saw a little boy that gave Jesus 5 loaves of bread and 2 fish. Og hvað haldið hann hafi, og þeir sáu hann gera dálítið mikið kraftaverk með þetta brauð. And the disciples saw Jesus perform a big miracle with this food. Hann gaf öllu þessu fólki að borða með bara 5 brauðum og 2 fiskum. He fed all these people with only 5 bread and 2 fish. Og þá sögðu lærisveinarnir, Jesús, þú ert frábær. And the disciples said, Jesus, you are great. Við ætlum að gera þig að konungi. We want to make you a king. Við ætlum að ráðast á Rómverjana Then we can attack the Romans. og ef einhver deyr í stríðinu, And if anybody dies in the war, þá getur þú líkað á við. then you can just raise them back to life. Og ef okkur vantar mat í herinn, And if our army needs food, þá getur þú bara að gefa okkur mat. then you can just give us food. Og svo fóru þeir að rífast við hvern annan. And then they started fighting with each other. Þegar Jesús verði kongur, þá vil ég vera forsætisráðherra. So once Jesus is king, then I can be the prime minister. Og hinn sagði, þegar Jesús kongur, þá ætla ég að vera fjármálaráðherran hans. And the other one said, and I can be the finance minister. Og Jesús bara, nei, drengi mínir. And Jesus said, no, no, no. Sjáu þið, þarna er mynd af þeim vera að rífast. See, this is a picture of them, a painting of them fighting with each other. Og það var alveg að fara að koma að því að Jesús var að fara á krossin fyrir okkur. And there was just a short time until Jesus would be crucified on the cross for us. Og hann sagði, ég ætla að kenna ykkur dálítið strákar. And he said, listen, I want to teach you something. Og hann fór niður á hnén fyrir fram á þá And he bent down on his knee in front of them og ákvað að þvo fæturnar á þeim. and washed their feet. Og það var örugglega táfíla af sumum þeirra And I'm sure some of their feet really stunk. og sumi voru kannski með vörtur á tánum, And some of them maybe had some warts on their feet. en Jesús var alveg sama, hann vildi þvo fætur þeirra. But Jesus didn't care. He washed their feet. Hann var kóngurinn þeirra, He was their king, en hann vildi sína þeim að þeir sem vilja vera miklir but he wanted to show them that those who want to be great verða að lúta niður og þjóna. have to bow down and serve. Hann var að segja þeim, þið verðið að elska hvern annan. He was showing them that they had to love each other. Svo settust þeir niður við mataborðið, And then they sat together at the dinner table, síðasta kvöldmáltíðin áður en að Jesús dó á krossinum, the last evening meal before Jesus was crucified. og hann gaf þeim vínberjasafa og sagði, And he gave them grape juice and said, þetta táknar blóð mitt sem ég er að fara að úthella fyrir ykkur. this symbolizes my blood that will be shed for you. Sjáu þið, þetta er svona vínberjasafið hana. See, this is grape juice. Og svo tók hann brauð og gaf þeim, And then he took bread and gave them. borðið þetta í mína minningu af því að ég er að fara að gefa minn líkama fyrir ykkur. And he said, eat this in memory of my body that I will give for you. Og þetta er það sem við erum að fara að gera til að minnast þess sem Jesús gerði fyrir okkur. And this is what we will do today to commemorate this and everything Jesus did for us. Við skulum biðja. Let's pray. Kæri drottin, Dear Lord, vilt þú blessa þessi börn sem eru hér please bless these children that are here. og vilt þú hjálpa þeim að gefa þér sitt líf, And will you help them to give their lives to you, alveg svo þú gafst lífið fyrir okkur. just like you laid down your life for us. Amen. Amen.
morning. Góðan daginn. This side here is quite full, Hérna nóg af fólki and they came all in front here. og koma alveg hérna fremst til ekki. But here I don't know what's happening. Hvað er að gerast hér? Why people are there and it's empty here. Allir aftast og enginn hér fremst. And here too. Og hvað með þennan stað hér? But I respect you. I just, I know that you are expecting people that come later to sit in front here. Ég ber virðingu fyrir ykkur. Ég veit að þið eru að bíða til fólkinu sem er að fara að koma hérna fremst. But today we're celebrating the God's Supper, Í dag erum við að fagna kvöldmáltíðinni Holy Communion. sem heitir Heilig kvöldmáltíð Drottins. And I'm going to talk a little bit about it for us to understand what is going on and what happened when Jesus was here. Og ég ætla aðeins að tala þetta, hvað er í gangi og hvað gerðist þegar Jesús var hér. The ordinance of the Lord's Supper Þegar að ákveðið var að hafa þessa heilugu kvöldmáltíð, it was given to commemorate the great deliverance of our sins. það var sett á stofn til þess að minnast þessar dásamlegu frelsunar sem við höfum fengið undan syndum okkar. It was to celebrate the death of Jesus. Þetta var til þess að fagna yfir því að Jesús dó. And we will celebrate this Passover till Jesus comes back again. Og við munum fagna þessu þangað til Jesús kemur aftur. And the celebration of the Passover is to keep in our mind what Jesus did for us in the cross of Calvary. You said Passover. The Passover? Páskar. Páskar. The Passover is the celebration. Já, páskaháttíðin, við munum vera að halda hana. Is to keep in our mind what Jesus did for Og us. til að minnast þess hvað Jesús gerði fyrir okkur. And the bread that is unleavened bread Og brauðið sem að við borðum sem ekki súrdegsbrauð and the unfermented wine og vín sem ekki gerjað, that Christ used, it was to represent his body. Jesús notaði það sem tákmál fyrir líkama sinn. Represent his sacrifice for us in the cross of Calvary. Fórnina sem hann færði fyrir okkur á Golgata. The communion service points to Christ's also second coming. Og þessi heilaga kvöldmáltíð bendir líka til síðara komu Krists. It was to keep in our mind vivid we're always looking and waiting Jesus to come to take us home. Þetta til þess að halda þessari hugmynd lifandi í huga okkar að Jesús alveg að fara að koma að sækja okkur heim. Whenever the disciples and we meet together, Þegar við og lærisveinarnir borða saman, we are commemorating the death of Jesus. þá erum við að minnast dauða Jesú. And when he took the cup and offered to the disciples, Og þegar hann tók bikarinn og bauð lærisveinunum and he said to them, drink you all of it, og hann sagði, drekkið allir af þessu. for this is my blood Því þetta blóð mitt of the new covenant, af hins nýja sáttmála which is said for many for the remission of sins. sem sett fyrir marga til frelsunar synda, fyrirgefningar synda. The love of Jesus for us Kærleiki Jesú til okkar is to be kept fresh in our mind. á að vera, við þurfum að halda á honum á lífi í huga okkar. It is only because of his death that we can look forward Það einungis vegna dauða hans sem við, and we look forward with joy for his second coming. að við hugsum með gleði til hans síðara komu.
when by faith we contemplate our Lord's great sacrifice, Og þegar við í trú hugleiðum fórn Jésu Krist, the soul assimilates the spiritual life of Christ. að það sýnir einnig andlegt líf Krists. That, Þá erum við að herma eftir andlegu lífi Krists. okay. That person who is participating of this Holy Communion Sá sem tekur þátt í þessari heilögu kvöldmáltíð will receive a strength, a spiritual strength. mun öðlast andlegan styrk And the believer, when he participates of the Holy Communion, og þegar hinn trúaði tekur þátt í heilari kvöldmáltíð, it's like he is bound with Jesus, he is connected with Jesus. þá tengist hann við Jésu. As we receive the bread and the wine, symbolizing Christ's death, Þegar við þykjum brauðið og vínið sem að tákna dauða Jésu Krists, we, in our imagination, enjoy the scene of Holy Communion when he was with his disciple. þá getum við ímynd okkur gleðina þegar hann var með sínum lærisveinum og var með þessa kvöldmáltíð. So we can, in our mind, see what Jesus suffered for us. Þá getum við séð í huganum hvernig Jésús þjáðist fyrir okkur. We can see Jesus suffering in the garden. Við getum séð hann þjást í garðinum. We can see Jesus suffering when he was taken by the soldiers and when they were hitting him. Og við getum séð þjáningu hans þegar hann var tekinn af hermönnunum og hann var barinn. We can see Jesus when he was carrying the cross in his shoulder. Og þegar hann bar krossinn á öxlunum. We can see Jesus when they were crossing him in the, nailing him in the cross. Og við getum séð Krist þegar var verið að negla hann á krossinn. So we witness the struggle Við sjáum þessa baráttu by which our reconciliation with God was obtained. og þannig fengum við að sættast við Guð. And when we participate of the Holy Communion, Og þegar við tökum þátt í heilari kvöldmáltíð, we contemplate Jesus among us. þá horfum við til Jésu mitt á meðal okkar. With the mind in the past, Með hugan í fortíðinni with the mind in the present, looking within ourselves, og líka í nútíðinni horfum við inn á við and with the mind in the future. og líka til framtíðarinnar. So the Lord's Supper is a special moment that requires three essential aspects of our thinking. Og þetta krefst þess að við hugsum. What did you say? Two? Okay, it's three. Já, þegar þrjú atriði sem við þurfum að hugsa um. And this three essential aspect is looking back, looking within us, and look forward. Þannig að þetta snýst að líta til fortíðar, líta inn á við núna í nútíðinni og líta til framtíðar. And as we look back, we have to go to the Bible in 1 Corinthians 11. Og þegar við förum í 1. Korinthubréf 11. Kapla And we read verse 24 and 25. og við lesum vers 24 og 25. It says like this. And when he had given thanks, he broke it and said, "Take it. This is my body which is broken for you. Do this in remembrance of me." Tók hann brauð, gjörði þakkir, braut það og sagði, þetta minn líkami sem fyrir yður, gjörið þetta í mína minningu. In the same manner, he also took the cup after supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do it as often as you drink in remembrance of me." Sömuleiðis tók hann á bikarinn eftir kvöldmáltíðina og sagði, þessi bikar hinn nýji sáttmáli í mínu blóði, gjörið þetta svo oft sem þið drekkið í mína minningu. So Jesus is saying here, when you are participating, we just look and remember him, what he did for us. Jesús segir að þegar við erum að taka þátt í þessu, þá erum við að minnast þess sem hann gerði fyrir okkur. So the Lord's Supper is a memorial of the death of Christ. Þetta minnismerki dauða Krists. We should
to revisit, go to the garden of Gethsemane Við eigum að fara aftur í huganum til Getsemani garðsins, in our mind, í huganum, feeling the agony of Christ og finna fyrir þjáningu Krists and contemplate his sacrifice in the cross. og hugleiða þessa fórn sem hann færði á krossinum. And may this memory today touch our emotions, Og megi svo minning snerta við tilfinningum okkar, shape our attitudes, móta huga okkar og viðhorf. and make us live in gratitude Og megum við lifa í þakklæti. looking back, remind us of the cost of our redemption. Hugsa tilbaka og velta fyrir okkur það sem það kostaði Guð að frelsa okkur. Verse 28 now, Og við förum í 28. versið. but let a man examine himself, and so let him eat of the bread and drink of the cup. Hver maður prófi sjálfan sig og eti síðan af brauðinu og drekki af bikarnum. So the Holy Communion also is a time to the person to look inside himself, Þannig að heilu kvöldmáltíð líka tími þegar maður á að líta inn á við. examine himself. Rannsaka sjálfan sig. This is time for serious and reverent introspection. Þetta tími þar sem að við eigum að velta fyrir okkur á alvarlegan hátt hvernig við erum. Paul instructs us to examine, not to see if you are worthy to participate. Ekki endilega, I didn't understand. It says like this. Paul instructs us to examine, Já, Páll leiðbeinir okkur að rannsaka, not to see if we are worthy to participate, ekki endilega til að sjá hvort við erum verðug til að taka þátt, but to ensure that we are to participate in a worthy manner heldur við að taka þátt á verðugan hátt and with a proper purpose. og með réttum tilgangi. No one is worthy to sit at the Lord's table. Það engin verður þess að sitja við borð með drottni. It is by God's grace Það vegna náðar Guðs that we are called to communion with him. sem við erum kölluð til að setjast að borði með honum. So we should pray like the psalmist. Þannig að við ættum að biðja eins og sálmaskáldið, Search me, O God. rannsaka mig drottin. So today is the time for us to look inside us and search our mind. Am I worthy? Og við höfum að hugsa hið innra með okkur, ég verður? Do I have any sin that I have to repent? Einhver synd sem ég þarf að iðrast? Have I done anything wrong and that I have done against somebody? Hef ég gert eitthvað rangt gagnvart einhverjum? And today is the day of you to repent of that sin. Og í dag dagurinn sem þú átt að iðrast þessara syndar. Because the Bible says also, if you don't repent, Biblían segir einnig því að ef þú iðrast ekki, it's better that you don't participate. þá betra að þú takir ekki þátt. That's what the Bible says. Það það sem Biblían segir. Because if you participate with sin, Af því ef þið takir þátt og eru þó full af synd, the Bible says that it's a problem, serious problem for you. þá segir Biblían að það alvarlegt vandamál. But Jesus is giving this opportunity En Jesús að gefa þetta tækifæri for us to repent. til að iðrast. And today we are going to look inside ourselves Og í dag ætlum við að líta inn á við and let's repent. og iðrast. And the third pass, Og þriðja atriðið, we are going to 1 Corinthians 11:26. og þá förum við í 1. Korintharbréf 11:26. It says like this: For as often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death till he comes. Svo oft sem þér etið þetta brauð og drekkið af bikarnum, boðið þér dauða drottins þangað til hann kemur. So the Holy Communion is also something that help us to look forward. Þessi heilaga kvöldmáltíð hjálpar okkur að líta til þess þeirra veraldar sem er að fara að koma.
Because when we are participating, we proclaim the Lord's death. Þegar við tökum þátt þá erum við að boða dauða drottins Till he comes. þar til hann kemur. So we look back, we look inside, and we look forward. Þannig að við lítum tilbaka, við lítum inn á við og við lítum til framtíðar. Okay, and what else should we think about it when we are participating? Hvað annað eigum við að hugsa þegar við erum að taka þátt? What is the reason why I'm participating? Hver ástæðan fyrir því að ég að taka þátt? First reason that I mentioned you now, not the first because I mentioned before, but now is in John 13. Ef við förum í Jóhannesar Guðspjall 13 And we are going to see the first reason why we should participate. og við erum að fara að sjá fyrstu útskýringuna af hverju við eigum að taka þátt. John 13, verse 6 to 8. Og við förum í 7. vers til 8. vers. Here, Jesus was taking the initiative to wash the feet of the disciple. Og hérna var Jesús að taka það frumkvæði að þvo fætur lærisveinanna. And he came to Peter. Og hann kom til Pétur. And what Peter say and what did Jesus say? Hvað sagði Pétur og hvað sagði Jesús? Jesus, knowing that the Father had given all things in his hand and that he had come from God and was going to God, rose from supper and laid aside his garment, took a towel and girded himself. After that, he poured water into a basin and began to wash the disciples' feet and to wipe them with the towel with which he was girded. Then he came to Simon Peter, and Peter said to him, Lord, are you washing my feet? Jesus answered and said to him, what I am doing you do not understand now, but you will know after this. Peter said, you shall never wash my feet. Jesus answered him, if I do not wash your feet, you have no part with me. Jóhannes 13:3. Jesús vissi að Faðirinn hafði lagt allt í hendur honum, að hann var frá Guði kominn og var að fara til Guðs. Hann stóð upp frá máltíðinni, lagði af sér yfirhöfnina, tók líndúk og batt sig. Síðan hellti hann vatni í munnlaug og tók að þvo fætur lærisveinanna og þerra með líndúknum sem hann hafði sig. Hann kemur þá að Símoni Pétri sem segir við hann, Herra, ætlað þú að þvo mér fæturna? Jesús svaraði, nú skilur þú ekki hvað ég að gjöra, en seinna muntu skilja það. Pétur segir við hann, aldrei að eilífu skaltu þvo fætur mína. Jesús svaraði, ef ég þvæðir ekki, áttu enga samleið með mér. So it's very clear here. Mjög skýrt hérna. Jesus came to Peter and said, I'm going to wash your feet. He said, no. Og Jesús kom til Péturs og Pétur sagði, nei. Because in the eyes of Peter, and he was right, Jesus was the Lord. Í augum Péturs, og hann hafði rétt fyrir sér, að Jesús var drottinn. How can the Lord wash my feet? Hvernig getur staðið á því að drottinn þvoi fætur mína? And then the Lord said, Peter, Og þá sagði drottinn, it's Pétur, needful við þurfum að gera þetta. if you want to be saved. Það er nöðsynlegt svo ef að þú ætlar að frelsast. So everyone that wants to be saved Þannig að allir þeir sem vilja frelsast has to participate of this Holy Communion. þurfa að taka þátt í heilari kvöldmáltíð. Because Jesus said, if I don't do it, you don't have part with me. Jesús sagði, ef að þú gerir það ekki, þá áttu enga samleið með mér. So Holy Communion is for our salvation too. Þannig að heilu kvöldmáltíð er líka fyrir okkar frelsun. Second reason, verse 14. Önnur ástæða sjáum við í versi 14. If I then, your Lord and teacher, have washed your feet, you also ought to wash one another's feet. Fyrst ég sem herra og meistari hef nú þvegið yður fæturna, þá ber yður einnig að þvo hver annars fætur.
So Jesus was saying, I gave you the example. Nú er ég búin að gefa ykkur fordæmi, sagði Jésús. Now you have to wash one another feet. Nú þurfum þið að þvo fætur hvors annars. So we have to follow Jesus' example. Við þurfum að fylgja eftirdæmi Jésú. And he said here, it's not only example, he says it's an order. You have to do it. Þetta er ekki, hann er ekki að gefa eitthvað dæmi eitthvað heldur, hann er að segja þið eigið að gera þetta. And verse 50 says that it's an example. Og 15. vers segir, For I have given you an example that you should do as I have done to you. ég hef gefið þér eftirdæmi að þér breytið eins og ég breytti við yður. So verse 14 is an order. Vers 14 það er tilskipun And verse 15 is an example. og 15. dæmi er dæmi það sem á að gera. And what else should we participate of the Holy Communion? Matthew 26 Ef við förum í Matthews og Guðspjall 26, and verse 28. vers 28, It says like this, For this is my blood of the new covenant, which is shed for many for the remission of sins. þetta er blóð mitt, blóð sáttmálans, úthölt fyrir marga til fyrirgefningar synda. Then the next step is for the forgiveness of sin. Þannig að næsta skref er fyrirgefning synda. And also in going back to 1 Corinthians 11, Og ef við förum aftur til 1. Korinthubréfs 11. kapla, and now we are going to read verse 25. skulum lesa vers 25. In the same manner, he also took the cup after supper, saying, This cup is the new covenant in my blood. This do as often as you drink it in remembrance of me. Sömuleiðis tók hann og bikarinn eftir kvöldmáltíðina og sagði, þessi bikar er hinn nýji sáttmáli í mínu blóði. Gjörið þetta svo oft sem þið drekkið í mína minningu. So it's to remember Jesus Christ that we do it. Til að minnast Jesú Krist að við gerum þetta. And verse 26 says that is to preach the Lord's death till he comes. Og í vers 26 það er til þess að segja, predika það að drottinn dó fyrir okkur þar til hann kemur. So at this moment we are going to divide ourselves between man and woman, Nú ætlum við að skipta okkur í karlar og konur and we are going to participate of the washing of the feet. og við ætlum að núna taka þátt í fótaþvottinum. And I know that not everybody here wants to do that. You are not forced. Nobody. You have to decide by yourself. Sumi vilja ekki gera þetta, það er engin þvingað til, þið þurfa að taka ákvörðun sjálf að taka þátt. But you can at least sit down where you are or waiting or at least watch what people are doing. No problem. Just stay as you want to be. En þið getið setið hvar sem þið eru, akkurat það sem þið eru núna og beðið eftir að við klárum þetta. So let's then go to the wash. Nú skulum við skipta okkur upp. Also, isn't there also for couples? Já, það eru líka fyrir pör þarna inni. Couples, if they want to wash their feet, they can go into that room.
Back. Er allir komnir inn? Okay. And after Jesus washing the feet of the disciples, Eftir að Jesús þvoði fætur lærisveina sína, then he took the bread, þá tók hann brauðið and the Bible says here in Luke 22:19, og í Lúkas 22:19 stendur: and he took bread, gave thanks, and broke it, and gave it to them, saying, "This is my body which is given for you. Do this in remembrance of me." Og hann tók brauð, gjörði þakkir, braut það, gaf þeim og sagði: Þetta er líkami minn sem fyrir yður er gefinn. Gjörið þetta í mína minningu. Okay, we are standing up now to pray for the bread. Nú skulum við standa á fætur til að biðja fyrir brauðinu. Dear Heavenly Father, which art in heaven, Kæri himneski faðir, at this moment, akkurat á þessum tímapunkti, as we celebrate the Holy Communion, þegar við fögnum heilari kvöldmáltíð, we know that this bread is just a symbol. við vitum að þetta brauð er bara tákn, It represents your body. en það táknar líkama þinn. And with our mind, we go back to Calvary, Og við förum í huganum til Golgata, where you offered your body in sacrifice for us. þar sem þú fórnaði líkama þínum fyrir okkur. Please bless this bread. Blessaði brauð þetta, As we participate with our mind in you. á meðan við tökum þátt í huganum með þér. In Jesus' name, amen. Í Jesú nafni, amen. Those that are going to receive can stay on feet, and those that are not participate can sit down. Þeir sem ætla að taka þátt standið vinsamlegast, þeir sem ætla ekki að taka þátt með en til að fá okkur sæti. You just eat when I say to eat. Og Don't eat now, just take it. Við borðum aðeins þegar að hann Ósi segir okkur að borða. Takið bara brauðið aðeins að borða. Now I saw new heaven and new earth. Ég sá nýjan himinn og nýja jörð. For the first heaven and the first earth had passed away. Því að hinn fyrri himinn og hinn fyrra jörð voru horfin Also there was not more sea. og hafið er ekki framar til. Then I, John, saw the holy city, New Jerusalem, coming down from heaven, from God, prepared as a bride adorned for her husband. Og ég sá borgina helgu, nýja Jerúsalem, stíga niður af himni frá Guði, búna sem brúði er skartar fyrir manni sínum. And I heard a loud voice from heaven saying, "Behold, the tabernacle of God is with men, and he will dwell with them, and they shall be his people. God himself will be with them and be their God." Og ég heyrði raust mikla frá hásettinu sagði, sjá, tjaldbúð Guðs er meðal mannanna og hann mun búa hjá þeim og þeir mun vera fólk hans og Guð sjálfur mun vera hjá þeim, Guð þeirra. And God will wipe away every tear from their eyes. There shall be no more death, nor sorrow, nor crying. There shall be no more pain, for the former things have passed away. Og hann mun þerra hvert tár af augum þeirra og dauðin mun ekki framar til vera, hvorki harmur, né vein, né kvöl er framar til, hið fyrra er farið.
Now we are participating together in prayer, thanking God for the body of Jesus Christ that died for us. You can sit down and please participate praying with God. Nú skulum við fá okkur sæti og borða brauðið og hugsa það að Jesús dó fyrir okkur. Amen. Amen. As we participated together of the bread was the symbol of the body of Jesus. Nú þegar við neyttum brauðsins, brauðið líkami Krists. And our church is the body of Jesus. Kirkjan okkar líkami Krists. Just why we participate together with the bread as unity together. Þess vegna gerum við þetta saman í einingu að neyta brauðsins. And Jesus died for us. Jesús dó fyrir okkur. Now, after the bread, Nú eftir að hafa neytt brauðsins, Jesus took the wine, tók hann vín and the Bible says here, og Biblían segir Luke 22:20. í Lúkas 22. kapla og 20. versi. Likewise, he also took the cup after supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood, which is shed for you." Eins tók hann kaleikin eftir kvöldmáltíðina og sagði, þessi kaleikur hinn nýji sáttmáli í mínu blóði sem fyrir yður úthellt. And we know that this symbol is for forgiveness of our sins. Og þetta merkir fyrirgefningu synda okkar. And when you are drinking of the wine, you just ask God to forgiveness and clean every sin that you had. Og þegar þið drekkið af vínunni skuluð þið biðja til Guðs að hann hreinsi ykkur af allri synd. And we go out of here, Og við förum hérðan, we go as pure as Jesus, because Jesus purified us. þá förum við hérðan út alveg eins hrein og Jesús því að hann hreinsar okkur. So let's pray now for the wine. Nú skulum við biðja fyrir vínunum. Please. You pray now. Kæri himneski Faðir, við þökkum fyrir að hafa þig, að þú hafir keypt okkur, keypt syndina okkar, svo við megum koma aftur til þín. Thank you, Jesus, that you have forgiven our sins and we can come to you. Blóðið þín, í Jesú nafni, amen. In the name of Jesus Christ, amen. Amen. Please, those that have participated, stand up. Og þið sem viljið taka þátt endilegast rísi á fætur. And behold, I am come quickly. Ég kem skjótt.
Revelation 22:12. My reward is with me to give to everyone according to his work. Og launin hef ég með mér til að gjalda hverjum og einum eins og verk hans er. I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end, the first and the last. Ég er alfa og omega, hinn fyrsti og hinn síðasti, upphafið og endurinn. Blessed are those who do this, who do his commandments, that they may have the right to the tree of life and may enter through the gates into the city. Sælir eru þeir sem þvo skikkjur sínar, þeir fá aðgang að lífsins tré og mega ganga hliðin inn í borgina. And the Spirit and the bride say, Come. And let him who hears say, Come. And let him who thirsts come. Whoever desires, let him take the water of the life freely. Og andinn og brúðurinn segja, kom þú, og sá sem heyrir segi, kom þú, og sá sem þyrstur er, hann komi, hver sem vill, hann fær, ókeypis lífsins vatn. Now this is the forgiveness of our sins. Let's take it and participate together. Við skulum taka þátt, þetta er fyrirgefning synda. Amen. Amen. For I testify to everyone who hears the word of this prophecy, of this book. If anyone adds to these things, God will add to him plagues that are written in this book. And anyone takes away from the words of this book, of this prophecy, God will take away his part in the book of life, from the holy city, and from the things which are written in this book. He who testifies of these things say, Surely I come quickly. Amen. Even so, come, Lord Jesus. The grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Amen. Ég votta fyrir hverjum þeim manni sem heyrir spátumsorð þessara bókar að leggja nokkur við þau, mun Guð á hann leggja þær plágur sem er ritað í þessari bók. Og taki nokkuð burt nokkuð af orðum spátumsbókar þessarar, þá mun Guð taka burt hlut hans í tré lífsins og í borginni helgu sem er ritað í þessari bók. Sá sem þetta vottar segir, já, ég kem skjótt. Amen, kom þú drottinn Jesús, náðin drottins Jesús sé með öllum. You may sit down. Þið megið fá okkur sæti. For God so loved the world Því að svo elskaði Guð heiminn, that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him should not perish, but have everlasting life. Amen. Now we are going to svo sing the elskaði Guð last. heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Are we going to sing now?
We're going to sing the last song. Já, við ætlum að ljúka með síðasta sálminum okkar og það er Let's Sálmur stand to 401. sing. Let's pray. Heavenly Father, we say thanks for today. Himneski Faðir, við þökkum fyrir daginn í dag. Thank you because you were here with us. Þakka þér fyrir að hafa verið hér með okkur. Thank you for celebrating your Holy Communion. Þakka þér fyrir og gátum fagnað heilagri kvöldmáltíð Thank you for celebrating your sacrifice for us in the cross. og fagnað yfir fórn þinni á krossinum fyrir okkur. Bless each one of us. Viltu blessa eitt og sér hvert okkar? Bless our family. Viltu blessa fjölskyldu okkar? We pray in Jesus' name. Amen. Biðjum í Jesú nafni. Amen. Amen. Í dag þá erum við með 3 tilkynningar.
Næsta hvíldardag eftir hádegi, í eftirmyndaeinum, þá verður barnshelgun hér og það líka, mér langar líka að tilkynna það að sumarmóti verður 13. til 15. 13. til 15. júní og þarna það eru 2 ræðumenn og við hvetjum ykkur til að skrá okkur sem fyrst ef þið ætla að vera í gistingu því að það takmarkað pláss til gistingar og mér langar að minna líka á það hér að það verður ekki guðþjónusta hérna þennan hvíldardag. Það verður lokað hérna. Það eina skipti sem við lokum yfir allt árið. So everyone that speaks English here, I want to let you know that we are going to have a summer camp. Here we have the announcement, 13th to 15th of June. And it's very important to know that we are not going to be having a service here. The church will close and we will be there. It's the one time in the whole year that we do this. Og svo það Louis Torres að koma aftur til Íslands og hann verður með námskeið þjálfun í boðun í heila mánuð fyrir hvern sem hefur áhuga á að taka þátt. Þið eru öll velkomin að skrá ykkur og svo verða opinbera samkomur hér líklegast viku eftir að hann kemur og á fleiri stöðum, jável. Þannig að já, og nú í dag vegna kvöldmáltíðina þá ekki